Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Fyrsti gesturinn á þessu ári, á því herrans ári 2019, Alma Möller, landlæknir. Vertu velkomin. Takk fyrir og gleðilegt ár. Ég bara sömuleiðis fyrst bara í upphafi, hvernig hefur landið það? Það auðvitað eftir því við hvað maður miðar, en almennt má segja að heilbrigði okkar Íslendinga og árangur í heilbrigðisþjónustu gott á heimsmælikvarða. Og auðvitað svolítið misjafnt eftir flokkum, en árangur okkar að mörgu leyti framúrskarandi og þá vil ég nefna til dæmis árangur í varðandi ungbarnadauða og mæðradauða. Við erum með frábæran árangur í meðferð bráðra hjartasjúkdóma og vissra krabbameina og við höfum ákveðin viðmið, það eru gefnar út skýrslur og við erum almennt meðal þeirra efstu. Bæði varðar sjúkdóma sem hægt að hindra dauðsföll með góðri heilbrigðisþjónustu og eins sjúkdóma sem alveg hægt að koma í veg fyrir með góðum forvörnum. Við gáum kannski aðeins eftir í kjölfar hrunsins en almennt má segja að heilsan góð. Það eru þó auðvitað sífellt nýjar áskoranir og það eru auðvitað áhyggjur af geðheilbrigðismálum en það var að koma út ný skýrsla frá OECD sem ber saman öll löndin og þar eru við svona bara á pari við aðra þjóðir eins og varðandi geðheilbrigðismál. Það sagt að 17% landsmanna glími við einhvers konar geðraskanir og þar algengast kvíði 5% og þunglyndi 4%, en þetta sem sagt svipað og hjá öðrum. En þessir sjúkdómar sem eru helst áberandi, krabbamein, það hefur náðst mikill árangur í krabbameinsmeðferðum. Hvaða sjúkdómar eru það sem spáð að muni aukast og vaxa? Það þá sykursýki til dæmis? Já, offita og sykursýki til dæmis og síðan það taugasjúkdómar eins og heilabilun, Alzheimer-sjúkdómur. Krabbamein munu aukast en á móti kemur að meðferðin fer batnandi þannig að við eigum eftir að lifa kannski í æmera mæli með krabbameinum sem krónískum sjúkdómum. Þú tiltölulega ný í starfi sem landlæknir. Helsta hlutverk eða eitt af helstu hlutverkum landlæknisembættisins væntanlega að ýta undir og stuðla að almennri lýðheilsu. Hverjir eru helstu áhrifaþættirnir þegar lýðheilsa annars vegar? Já, það alveg rétt sem þú segir og þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt verkefni að stuðla að lýðheilsu. Vegna þess að við sjáum að fjármuni til heilbrigðisþjónustu vaxa sífellt og það kerfi verður ekki sjálfbært til lengri tíma þannig að besta leiðin auðvitað að minnka eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu með því að efla lýðheilsu. Og ef við skoðum hvaða þættir hafa áhrif á lífslengd þá þáttur heilbrigðiskerfisins 20%, þáttur umhverfis og efnahagsþátta 40%, og 40% eru einmitt þessir áhrifaþættir sem þú nefndir sem það sem við sjálf getum gert og þar má nefna hreyfingu, næringu, svefn, geðrækt og það að nota ekki tóbak og áfengi í hófi og jafnvel helst ekki neitt. Þannig að þetta eru mjög mikilvægir þættir og alveg eins og segir þetta eitt af mörgum hlutverkum embættis landlæknis að stuðla að bættri lýðheilsu. Við sjáum það alltaf í sjónvarpinu og blöðunum á nýársdegi. Það eru myndir af fólki sem hrúast í heilsuræktarstöðvarnar en það eru 365 dagar í árinu. Það alveg rétt og það mjög mikilvægt varðandi hreyfingu að hún sé jöfn og stöðug og við viljum helst að fullorðnir hreyfi sig í hálftíma hverjum degi og börn í klukkutíma. Þannig að það vissulega gott að drífa sig í ræktina en við þurfum að halda það út og það líka alveg sérstaklega gott að hreyfa sig utandyra. En ég vil segja að hreyfing nánast allra meina bót. Þannig að ég vil nú endilega hvetja landsmenn til að hreyfa sig sem mest. Það eru til lýðheilsuvísar sem eru jafnvel brotnir niður eftir landshlutum. Já, það eitt af því sem við gerum á embættinu og fólk getur skoða það á heimasíðu okkar sem landlæknir.is, bara googla lýðheilsuvísar og þetta eru allskyns mælikvarðar lúta heilsu og heilbrigði og eru birtir niður á heilbrigðisumdæmin
og síðan er hægt að brjóta þá enn frekar niður á stærstu sveitafélögin. Þannig að það er mjög gagnlegt fyrir stjórnendur og alla að skoða þessa vísa. Er einhver munur til dæmis á líðan Vestfirðinga og svo aftur Austfirðinga? Já, það er svona á vissum vísum. Sums staðar eru kannski meiri geðlyfjanotkun, annars staðar er minni svefn og það er svona aðeins blæbrigða munur en ekkert stórt en þó getur það gagnast þegar við ætlum að fara að beina sjónum að ákveðnu þjónustu og ákveðnum svæðum. Þannig að þetta er mjög gagnlegt og við erum mikið að vinna að lýðheilsumálum með sveitafélögunum í gegnum svokallað heilsueflandi samfélag og það skiptist í heilsueflandi leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, heilsueflandi vinnustaði og heilsueflingu eldri borgara. Og það er mikill áhugi hjá sveitafélögunum og nú búa yfir 85% landsmanna í heilsueflandi samfélagi. Og einmitt stjórnendur í sveitafélögum eru mikið að skoða þessa lýðheilsuvísa. Með breyttum atvinnuháttum, foreldrar vinna miklu meira úti, leikskólarnir hafa þá tekið meira við og hafa stærra hlutverki að gegna. Þá væntanlega skiptir máli að leikskólarnir séu með á nótunum hvað þetta allt saman varðar. Algjörlega og þessir heilsueflandi samfélag, það lítur að því að einmitt sjá stjórnendum, leikskóla og skóla fyrir svona gagnreyndri þekkingu að hverju eiga þau að vera að vinna varðandi lýðheilsu og það gildir almennt auðvitað bara að auka framboð því sem er gott eins og hollri næringu og innan sveitafélagana að stuðla því til dæmis að fólk getur notað vistvænar samgöngur eins og hjólreiðar. Þannig að þetta er mjög umfangsmikið og eins og nefnir það þarf að byrja snemma. Við þurfum að byrja því að stuðla heilbrigðum lífsháttum snemma í leikskólum og svo er skólakerfið sérstaklega mikilvægt í þessu sambandi og heilbrigð og vellíðan er beinlínis einn af svokallum grunnþáttum menntunar. En það dælast alltaf út svo miklar upplýsingar, tölfræðilegar upplýsingar á heilbrigðissviðinu sem og öðrum. Ef ég man rétt þá nota börn og unglingar á Íslandi tauga og geðlyf í meira mæli heldur mörg önnur lönd sem við berum okkur saman við. Það er alveg hárrétt og þetta er mikið áhyggjuefni og sem dæmi þá eru 5-9 ára drengir það er þrefalt til ferfalt aukin notkun taugageðlyfja hérlendis miðað við í nágrannalöndunum. Og þetta er eitthvað sem við þurfum virkilega að beina sjónum að. Þegar þið sitjið og farið yfir þetta, er einhver einföld skýring, kannski ekki búið að rannsaka þetta nógu vel? Nei, þetta er mjög fjölþættur vandi og eitt af því er kannski að það hefur verið vantað önnur úrræði en lyf en það eru auðvitað verið að stór efla eins og sálfræðaþjónustu og teymisþjónustu innan geðheilbrigðis. Þannig að það er virkilega stór sókn í þeim málum. Lyf eru kannski það sem er einfaldast að grípa til en við þurfum að skoða þessi mál mjög vítt. Og þetta er auðvitað bara mál samfélagsins alls, ekki bara heilbrigðiskerfisins. Sýklalyfjanotkun, hún er líka ansi mikil. Já, við notum meira líka heldur en aðra þjóðir og þetta er það sem að embætti landlæknis beinir sjónum sínum að. Við eigum að hafa eftirlit með lyfjaávísunum, þannig að við erum sérstaklega að fylgjast með tauga- og geðlyfjum og sýklalyfjum því að við höfum auðvitað áhyggjur af sýklalyfja ónæmi til lengri tíma. En lyfjaávísanir, það er kannski einfalda svarið að það séu bara læknar sem að bara dæla þessu öllu saman út en það er nú kannski ekki svo einfalt. Nei, það er ekki svo einfalt. Það er líka bara menningin okkar að við viljum kannski fá lyf og við þurfum einhvern veginn að bara gera okkur grein fyrir því að lífið er ekki alltaf dans á rósum. Það er á stundum erfitt en sem betur fyrir gengur slíkt oftast yfir en við erum kannski of fljót að grípa til lyfja eins og svefnlyfja og verkjalyfja en ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta eru mikilvæg lyf og margir þurfa vissulega á þeim að halda en við gætum umgengist þau með aðeins meiri varúð og virðingu. Sjálfsagt hefur nú einhver sagt einhver staðar að hraðinn í þjóðfélaginu, hann sé bara allt of mikill og við viljum bara leysa þetta bara með einhverjum pillum.
Já, það örugglega einn af þessum þáttum og það bara viðurkennt og þetta ekki bara hjá okkur, þetta alls staðar í heiminum að lífið bara að verða flóknara og flóknara og við sjáum aukin kvíða til dæmis, við sjáum aukin svefnleysi og svefn eitt af þessum einföldu innan gæsalappa atriðum til að takast á við kvíða og erfiðleika og ef þú skoðar lýðheilsuvísana sem við nefndum áðan, þá sést að 40% barna í 7. til 8. bekk sofa of lítið, við viljum að þau sofi 8-9 tíma og 25% allra landsmanna sofa minna en 6 tíma að nóttu að jafnaði og þetta alltaf lítið þannig að við getum byrjað á því að reyna að læra að sofa betur og það til alls konar aðferðir til þess. Hefur ekki einmitt verið keyrt allt og lítið á þessu einfalda atriði í raun og veru bara að fá nægan svefn? Ég held að við þurfum virkilega að beina sjónum á því og ég reyna að tala fyrir því og ég held við þurfum að fara í ákveðna vitundavakningu hvað þetta varðar. Það ég talað svona á góðviðrisdögum minnstakosti að allir landsmenn eigi að hafa aðgang að sömu heilbrigðisþjónustunni hvort sem að þeir eru nú á Langanesi eða á Suðurnesjum eða hvar sem en það þannig? Það alveg rétt, það stendur í lögum að við eigum að hafa jafnan rétt og aðgang að heilbrigðisþjónustu. Það auðvitað óraunhæft að sé alls staðar sama aðgengið en það auðvitað langbest á höfuðborgarsvæðinu og við sjáum alveg varðar sérfræðilækna þjónustu að hún minnkar eftir því sem fjær dregur landfræðilega frá höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það óumdeilt að aðgengi að sérfræðiþjónustu lakara á landsbyggðinni en það mikill vilji til að bæta það og verða að skoða leiðir annars vegar fjarheilbrigðisþjónustu og hins vegar að læknar frá stóru sjúkrahúsunum Landspítala og Akureyri fari í ríkari mæli út á land og séu þar með göngudeildir. Eru miklar framfarir í fjarheilbrigðisþjónustu? Já, það það og það mörg lönd eins og til dæmis Ástralía sem nú mjög dreifbyggð, þeir hafa náð mjög langt. Við svona kannski að stíga okkar fyrstu skref en það við virkilega komin á leið og til dæmis Austurland og Suðurland, þau eru búin að sameinast að kaupa tækjabúnað sem verið að þróa. Við vorum að ræða aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þá auðvitað líka heilsugæslan. Að heilsugæslan bara aðeins skarðan hlut frá borði í kjölfar hruns, en hún virkilega eflast núna, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, en auðvitað skortir svolítið á mönnun út á landi, en það líka virkilega verið að skoða það. Það ég talað og verið að beina því til fólks að hafa þá heilsugæsluna sem fyrsta valkost og þannig því stillt upp. Hefur þetta verið að fungera? Já, ég held í æríkara mæli, sérstaklega með styrkingu heilsugæslunar. Ég held hún hafi verið kannski vanbúin til að taka við öllum sem fyrsta viðkomastað fyrir nokkrum árum. En hún virkilega styrkjast og eflast. Við þurfum reyndar að mennta fleiri heilsugæslulækna. Við erum með hlutfallslega færri heldur en hin Norðurlöndin. Til dæmis þá erum við með 1 per 1700 íbúa, Norðmenn 1 per 1150 ef ég man rétt, þannig að við þurfum að gera það og það nýbúið að bæta í, semst við verðum að mennta fleiri. Og Svíar til dæmis hafa stillt í þannig upp að efling heilsugæslu stærsta einstaka aðgerðin til að auka jöfnuð að heilbrigðisþjónustu. Það hefur verið talað að leysa vandann að einhverju leyti þá minnstakosti með námi í landsbyggðarlækningum. Já, það held ég að heita héraðslækningar og vera undir sérgrein í heimilislækningum. Ég held að það sé til góðs því að heilsugæslulæknar þurfa út á landi, þeir þurfa að vera reiðbúnir að takast á við svo margs konar verkefni, fæðingar, stórslys, hjartastopp, allt mögulegt sem skipt á milli sérgreina á stóru stöðunum. Þannig að ég held að það sé mjög góð leið en það eitt og sér mun ekki laga vandann. Það þarf að skoða hann líka víðara. Það þarf að skoða vinnuskipulag og kjör þannig að þau sé í samræmi við vinnutíma og ábyrgð. Það þarf að vera góður stuðningur við læknan út á landi þannig að þeir hafi
greiðan aðgang að hjálp og aðstoð og margt fleira. Vinnutíminn hjá læknum víða út á landi, hann mjög langur og jafnvel allur sólarhringurinn og þeir eru kannski á bakvakt alla daga. Já, það auðvitað gríðarlegt álag og kannski þeir sem eldri eru, þeim þótti, það þekktist ekkit annað, en unga fólki í dag sem betur fer gerir aðrar kröfur. Þannig að við þurfum að bregðast við því og það þurfa að vera fleiri eins og vaktirnar. Það eru margir Íslendingar sem að fara erlendis til þess að mennta sig á heilbrigðissviði og læknarnir, þekkjum Lund í Svíþjóð og allt það. Hvernig gengur að fá þetta fólk aftur upp á klakkan? Það gengur betur eftir að síðustu kjarasamninga sem voru gerðir í byrjun árs 2015 og til dæmis þá hefur fjölgað 10% á Landspítala. Þannig að við sáum alveg að það sneri svolítið dæminu við, en við þurfum samt fleiri. Það ekkert langt síðan heilbrigðisstofnanir á landsbyggðunum víða voru sameinaðar. Það voru stór sameining til dæmis á Norðurlandi. Ertu eitthvað búin að kafa ofan í það á þínum fyrstu dögum sem landlæknir, hvernig til hefur tekist eða hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Sko, ég auðvitað þekki ekki hvernig þetta var, eða af því að ég bjó erlendis og svo var ég auðvitað í mínu þrönga sérsviði, svæfinga og gjörgæslulækningum á Landspítala. En það sem ég sé núna, þá líst mér vel á, það eru þessar heilbrigðisstofnanir og mér finnst þær standa sterkt og maður sér meiri samvinnu líka þeirra á milli og milli stjórnenda þeirra eftir því sem eru færri stjórnendur og ég held að vera stærri, það auðvitað hjálpar þeim að þróa sig og nýta bjargir, samnýta vel. Þannig að mér finnst skipulagið gott eins og það í dag. Þegar verið að tala heilbrigðismál á Íslandi, þá bara orðið biðlistar. Þetta nú bara eitt algengasta orðið bara í heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Þetta reyndar ekki bara á Íslandi. Þetta eitt af þessum alþjóðlegu vandamálum. En það vissulega mynduðust biðlistar eftir hrun og eftir verkföllin sem voru 2014 til 2015 en síðan hrintu stjórnvöld af stað átaki sem beindist meðal annars að augasteinsaðgerðum og liðskiptaaðgerðum og við sjáum alveg að það hefur skilað miklum árangri en við þurfum samt að gera eilítið betur og almennt erum við heldur að ná tökum á biðlistum og líka bara skilgreina þá. Við erum með skilgreindan biðtíma eftir skurðaðgerðum sem eru 3 mánuðir og eftir sérfræðilæknum 1 mánuður og jú, við þurfum vissulega að gera betur. En það þá kannski þannig líka að landsmenn eru kannski bara of kröfuharðir eða hvað? Við erum kröfuharðir, það ekki vaf á því og við þurfum almennt að bara stilla okkur betur af og að nýta heilbrigðisþjónustuna á réttan hátt. Og í þessari OECD-skýrslu sem við erum búin að nefna hérna fyrr, að þar einmitt sjónum beint að því sem kallað sóun í heilbrigðiskerfinu. Og sóun margskonar, hún til dæmis að gera of mikið af einhverjum aðgerðum og of lítið af öðrum, nota of mikið af lyfjum, ekki nýta krafta starfsfólks sem best og svo mætti lengi telja og það mjög mikilvægt að beina sjónum að þessu, sérstaklega til að við förum að nýta fjármuni til heilbrigðisþjónustu sem allra best. Þá erum við kannski komin að næsta lið, það í raun og veru þá bara ofnotkun á læknaþjónustu eða hvað? Já og það eru vísbendingar að svo kunna vera eins og við erum búin að tala lyfin, að við kunnum að vera að nota of mikið af lyfjum og í þessari OECD-skýrslu einmitt talað lyfjanotkun og svo starfsemi sjúkrahúsa sem sóknarfæri í því að straumlínur laga starfsemi og útrýma þessari sóun og það eru vísbendingar að við gerum of mikið af þessum aðgerðum. Til dæmis hefur verið talað hálskirtlatökur. Við gerum 6 sinnum meira af þeim en til dæmis Danir og ég hef ekki heyrt neinar læknisfræðilega skýringar sem gætu skýrt svo mikinn mun.
Þannig að biðlistar, biðlist og biðlisti ekki alltaf það sama. Það meira svona bara spurning hvernig við skilgreinum þetta alls saman. Já, það það og það vinna í gangi í það að reyna að samræma biðlista og helst þyrftum við að hafa bara biðlista fyrir það sama á landsvísu. Við sáum það til dæmis í Augasteinsaðgerðum að það var einn biðlista á Landspítala og svo aðrir hjá einkareknum aðilum. Þannig að það vinna í gangi til einmitt að skilgreina biðlista betur. Það einmitt mikið talað núna uppbyggingu heilbrigðiskerfisins og hvernig fjármagnið notað. Það má segja að heilbrigðiskerfi sé tvískipt, það opinbera kerfið og svo aftur einka framtakið. Sérðu fyrir þér einhverja breytingar á þessu eða? Ekki neina stórar. Ég held að við viljum öll og ég þar á meðal, ég vil hafa öflugt og opinbert heilbrigðiskerfi. En ég sé ekkert athugavert við það að útvista ákveðinni þjónustu í einkarekstur eins og við höfum verið að gera og það hefur sína kosti, einkarekstur. Hann getur létt álagi af opinberum stofnunum. Hann eykur valfrelsi fyrir bæði sjúklinga og starfsfólk og að hann eykur aðgengi. En ókostirnir geta verið að það ekki gott að dreifa sérstaklega sérhæfðum verkefnum of mikið í svona litlu landi. Þannig að það þarf að skilgreina mjög vel. Ríkið þarf sjálft að skilgreina hverju það ætlar að útvista því að það borgar fyrir þjónustuna. Og hún þarf þá að vera vel skilgreind og það þurfa að vera skýrar kröfur og eftirlit. Og til þess að einkarekstur ríkið njóti afraksturs af einkarekstur, þá þarf þetta helst að vera virk samkeppni. Annað sem mig langar til að ræða við þig, þú varst á Akureyri daginn til þess að fjalla eða ræða við sjúkrahúsið á Akureyri líffæraflutninga. Þarna þó nokkuð mikið að gerast eða hvað? Já, ástæðan fyrir þeim fundi var svo að núna áramótin þá gengu í gildi lög breyting á lögum líffæraflutninga. Áður þá mátti fjarlægja líffæri úr einstaklingi sem var dáinn heiladauða ef hann hafði gefið samþykki til þess. En núna gert ráð fyrir því að við verðum öll líffæragjafar ef við erum dáinn heiladauða nema við höfum mælt fyrir annað. Þannig að núna þá þurfum við að láta vita ef við viljum ekki gefa líffæri ef að svo ber undir. Og það þarf að skrá annars vegar í heilsuveru. Það getum við gert sjálf með rafrænum skilríkjum og ef við erum ekki að nota tölvur þá mun heilbrigðisstarfsfólk aðstoða okkur við að skrá þetta inn í gagnagrunn. Þannig að þetta í raun og veru að snúast miðað við fyrir ástand? Já, þessi gömlu lög voru frá 1991 og voru þetta afar mikilvæg því að þau gáfu leyfi til að fjarlægja líffæri ef að viðkomandi væri dáinn heiladauða og nú erum við bara að breyta þessu, þróa þetta áfram og nú það samfélagslegur sáttmáli. Við gefum okkur líffærin nema að við höfum eitthvað sérstakt á móti því og þá þurfum við að láta vita. Það hafa farið fram líffæraflutningar á Akureyri minnst ákosti á síðasta árið 2018 í einhvern 2-3 skipti. Það segir manni væntanlega sjúkrahús á Akureyri þar kann fólk nú töluvert fyrir sér. Já, ég alveg sammála því. Til þess að þetta megi verða þá þarf að vera búið að greina viðkomandi heiladauðan og það þýðir að það ekkert blóðflæði til heilans og engar frumur í heilanum lifandi þannig að það útilokað að lifa slíkt af. En hjarta slær og það hægt að halda líkamannum gangandi með gjörgæslu meðferð og þá hafa akureyringarnir sýnt að þeir eru færi til þess. En síðan kemur teymað utan frá Gautaborg þá kemur bara þota með skurðlækna og hjúkrunarfræðinga sem að fjarlægja líffærin og fara með þau aftur og það þarf að hafa hraðar hendur sérstaklega að verða að fjarlægja hjarta því að það má bara vera í 4 tíma utan líkamans. Tækninni fleygir fram, Alma. Hvernig staðan í þessu málum eins og til þess nýru? Staðan orðin þannig að eitt nýra það getur kannski farið svona 2-3 kynslóðir jafnvel? Ég held að sé nú kannski ekki dæmi það en nýru, það hægt að taka nýra ár til dæmis 85 ára gömlum gjafa og flytja í unga mannesku sem svo kannski lifir í einhver áratugi þannig að já, tækninni fleygir fram og
Við erum búin að, það hafa 100 Íslendingar gefið líffæri og 350 manns, þá við verum Norðurlönd, notið góðs af og við höfum líka að samaskapi þegið líffæri, yfir 20 hjartaþegar, yfir 20 lungnaþegar, 70 lifraþegar og á 300 nýrnaþegar og þar eru við sjálf núna Íslendingar, það eru framkvæmda þær aðgerðir á Landspítala, sem sagt frá lifandi gjafa, þannig að já, tækninni fleygir fram og þetta er auðvitað eina merkustu áfangunum í læknisfræðinni, að taka líffæri úr einum einstaklingi og flytja í annan. Alma Möller, landlæknir, hún hlýtur nú að lifa mjög heilbrigðu lífi. Ég reyni það. Ég er dugleg að hreyfa mig. Ég gæti vel að mataræði og ég hef í seinni árin einbeitt mér meira því að sofa vel og fer snemma að sofa og snemma á fætur og hef mikla reglu á því og hef mikla trú á því. Og við Íslendingar almennt, við eigum að geta búið við heilsu eins og best gerist. Við erum rík þjóð, við erum vel upplýst, við eigum frábærlega menntað heilbrigðisstarfsfólk. Við búum í þessu góða landi með gott loft og gott vatn og góða heilbrigðisþjónustu. Þannig ef að við eigum ekki að geta búið við góða heilsu og gott heilbrigðiskerfi, þá spyr ég þá hver. Þú ert fædd og uppalinn á Siglufirði og það er vetur núna. Ég bara spyr og geng út frá því að þú sést skíðamanneskja. Hvort ertu á gönguskíðum eða sviggskíðum? Sko ég var á sviggskíðum en svo fór ég í hnénu með slitgigt og komið með gervilið og þá fór ég aftur á gönguskíði og það gengur bara ljómandi vel og að því þú nefndi Siglufjörð þá er ég mitt á leiðinni þangað, fékk í jólagjöf að fara á gönguskíðanámskeið á Siglufirði. Alma Möller, landlæknir, þakka þér fyrir komuna. Takk.